Nú ætlum við aðeins að skoða stélið hérna, stélflötin. Málið er að svona 3 mm plata eins og þessi, hún getur vorpið. Það er að segja, ef við tökum hérna, að það er mjög auðvelt að sveigja svona upp á hana. Og þessi plata getur gert það sjálf. Ef hún blotnar smávegis, þá gerur hún þetta. Við þurfum að koma í veg fyrir þetta. Og það er í sjálfu sér mjög auðvelt. Og það sem við ætlum að gera er að skera smávegis af endanum hérna, svona eins og 3 cm, og setja 3 cm kant hérna á aftur. Nú ætlum ég að því að þessi stélflötur er 40 cm, þar sem hann er breiðastur, þá ætlum ég að mæla út frá miðjulínunni 17 cm og gera strik. Þetta er, já, 17. Nú ætla ég að skera hérna af og nota til þess svona vingil. Ég legg hann bara við afturbrúnina, fer upp að strikinu og sker. Og aftur skera bara laust. Það er engin ástæða til þess að vera með einhver læti og reyna að gera þetta af afli. Það hefur aldrei gott í för með sér. Og ég læsi blaðinu hérna á hnífnum á meðan ég er að þessu. Svona. Hérna er ég komið með 3 mm balsa, þar sem að liggur þvert í balsanum. Það er sem liggur svona hér og svona hér. Og þetta mun þá koma í veg fyrir að balsin geti geiflast eitthvað. Ég ætla að fá mér hérna smávegis límband. Líma þetta hérna alveg þétt uppað með límbandi til að byrja með. Og svo set ég alveg á samskeytin. Svona. Nú ætla ég að nota lím til þess að líma þetta. Og það er svokallað CA-lím eða sekundulím. Þetta lím harðnar á nokkrum sekundum og ég er líka með kvata hérna til þess að láta það harðna í jafnvel fyrr. Þannig að nú þarf ég bara að koma líminu hérna niður í samskeytin og renna smávegis hérna onni og svo loka. Set kvata á þetta og nú er ég komið með góð samskeyti hérna. Ég þarf að snúa þessu við aftur, taka límbandið af, allt eins og það leggur sig og setja meiri kvata hérna megin. Þannig að það sé hvergi óharðna lím. Svona. Nú er þessi endi komin á og vel fastur. Það sem við þurfum nú að gera er að fá rétta formið á vængendan eins og það var. Og þá er nú alltaf ágætt að hafa ekki hent mátanum sem við notum til þess að skera þetta. Og nú legg ég hann bara hérna á og strika með blýanti bara formið á vængendan. Svona. Nú get ég skorið þetta þannig að þetta verði
eins og það var áður. Svona, nú vængendinn orðinn eins og hann var, en þetta mikið sterkara og mun ekki rúlla sér upp eins og hættan var á. Nú þurfum við að hugsa aðeins að pússa þetta. Við þurfum að nota sandpapír og þá ekki sama hvaða sandpapír notaður. Í rauninni þarf maður ekki að nota nema 3 tegundir, 3 grófleika af sandpapír þegar maður að smíða flugmódel. Og ég með þá hér. Hérna pappír sem heitir, eða merktur P80. Og 80 þýðir það að hann frekar grófur. Þessi 80 pappír þá notaður til þess að forma. Þegar maður pússar með 80 þá maður meira að forma til og fjarlægja efni heldur en að gera slétt. Síðan til þess að gera slétt þá getum við notað aðeins fínni og þessi hérna númer P150. Hann sléttir og gerir fallegt. Þannig að 80, 150 og svo hér 240, þessi svartur af því að hann vatnsheldur, þetta nota hann til þess að pússa með vatni, en hann sem sagt P240 og þessi gerir allt voðalega fínt. Þetta svona eiginlega það sá grófasti sem við þurfum til þess að pússa flugmódel. Allt fyrir ofan þetta, eins og til dæmis hér 320, í rauninni ekki mikið að pússa heldur pólera. Ég tala ekki ef maður fer í 400 eða eitthvað þaðan að hærra. Það algjörlega tilgangslaust. Þannig að 80, 240, eða 150 segir, 240 hérna og hugsanlega 320 ef maður vill vera með svakalega fínt og slétt. Þennan pappír þarf maður síðan að setja á einhvers konar kubba. Hérna nú bara lengd af spýtu og á hana hef ég límt 80 pappír. En íðurlega hægt að nota hann án þess að vera með hann á límdan spýtu. Nú ætla ég að það örlítil, ég held að sé límbar sem stendur upp úr hérna. Ég ætla að reyna að ná því af og hérna ég með smávegis af 80 og ég brýt hann bara í tvennt og pússa mjög laust. Maður að passa sig á 80 pappírinu því að hann étur í burtu leið ef maður of harkalegur með hann. Þannig að nú þessi samskeyti orðin vel slétt. Athuga hérna megin líka. Það má líka nefna það að þegar maður pússar með trefjónum þá fer minna heldur en þegar maður fer þvert á trefjuna eins og hér. Þannig að hérna myndi maður þurfa að passa sig hér meira vegna þess að hann tekur meira af trefjónum. Síðan, af því að þessi sveigja hérna
óslétt, þá ætla ég að nota þennan 80 pappír til þess að forma hana. Og 80 pappírinn einmitt er notað til þess að forma. Svona. Það er hægt að nota 80 pappírinn til þess að forma þetta til. Næst ætlum við að kíkja á skrokkin aðeins. Við þurfum að skera út nokkur rif fyrir hann og við reynum kannski að nota smá tækni.